Þá er komið að desember stjörnuspá eða leiðsögn fyrir fisk. Svo ég ynni á praktísku atriðunum. Þá er ég að lesa fyrir mjög marga í einu og ég get ekki lesið fyrir alla í einu. Þannig að ef þú tengir ekki við merkið þitt þá annarkvort er ég einfaldlega bara á annarri bylgjulengd þá. Eða þá að kannski passar eitthvað annað merki betur fyrir til dæmis merki sem er í rísandi húsi hjá þér eða tungli, merki sem er mjög oft í stjörnukortinu þínu. Svo eru líka svona ákveðin atriði sem eru mjög flæðandi og við skulum ekki vera að mjög ströng á. Aldur, kyn, nákvæmar staðsetningar, smáatriðum, sambönd eða samskipti, speglanir. Skulum ekki festa okkur of mikið í smáatriðum. Ef að heilt yfir þessi restur nær til þín, þá er leiðsögnin til þín. Og þú hafir bara smáatriðunum eins og þér hentar en auðvitað innan skynsamlegra marka. En við skulum demba okkur í þetta og það byrja því að fá nokkur spil fyrir það hvaða fisk ég er að lesa fyrir. Því næst vil ég fá uppákomur og áskoranir fyrir fisk í desember. Finnst þetta full mikið? Ég ætla að fá færri spil, takk fyrir. Þetta spil ætlar greinilega að vera með. Ýmislegt í gangi hjá þessum fiski. Jæja. Ok, svona. Ok, alveg svona. Ég sé hér. Ok. Ýmislegt að gerast hjá fiskinum. Við skulum fá sko. Einmitt. Já. Ekki fleiri uppákomur, ekki fleiri áskoranir, heldur vil ég fá leiðsögn. Svo vil ég fá niðurstöðu. Þá vil ég að það sem fiskinum er hulið, það sem hann veit ekki, hann hefði gott að fá smá innsýn inn í hvað er hér neðst í bunkann. Ok, takk fyrir. Fiskur sem ég er að tala við. Finnst eins og að sé svona ýmislegt búið að vera í gangi hjá þér, kæri fiskur. Bæði finnst mér í samskiptum og samböndum en saman tíma bara svona í því sem þú gerir í vinnunni þinni, í daglega lífinu þínu.
búið að vera mikið að gera og alls konar nýtt líka. Finnst eins og hafi verið erfiðleikar og svona pínu eins og hafi brotlent svolítið og búin að vera að vinna þig upp úr því. Mér finnst hreinlega eins og sko það hafi mögulega eitthvað komið upp á, eitthvað sem að kannski kippti svolítið undan fótunum, var til þess að sko þú varst í erfiðleikum einhvern tíma, hvort sem við erum að tala áfall eða veikindi eða slys eða burnout eða hvað. Allavega þá eins og hafi farið inn á svolítið erfiðan stað í lífinu, eitthvað sem var til mjög óþekkt, búin að vera að brúa það bil í talsverða stund og vinna fyrir þínu og vinna þig upp í að vera að koma á betri stað sem þú ert, en það ekki auðvelt. Það finnst svolítið eins og sért að svona íhuga að hafa þig aftur á loft, aðeins svona fikra fyrir þér aftur í það sem var normal fyrir þig áður eða eitthvað, getur verið eitthvað algjörlega nýtt. Og það eru svona ákveðin kaflaskil í lífinu sem eru mjög ánægjuleg og það er miklu fögnuður í kringum þetta. Finnst þess að þú sért að klára svona erfiðleika tímabil og ert að stíga inn í nýjan, mjög ánægjulegan kafla sem þú ert búin að vinna mjög mikið fyrir. Og uppákomurnar þínar, áskorunnar þínar núna í desember eða á næstunni, það getur rauninni verið hvenær sem er. Mér finnst það svolítið pressu sko. Þú finnur alveg að það álag og sérstaklega að því að þú ert að koma út úr svona ákveðnu heiluna tímabili. Þú finnur sko að það erfitt að byrja aftur eða byrja upp á nýtt eða hvað þú ert nú að gera. Og þú finnur að þetta pressa, þetta álag og þú ert rosalega mikið að vanda þig að hugsa bara þitt eigið og ekki vera að taka annarra manna á þig. En það því miður oft bara tilhneigingin að ýmist taka annarra manna ábyrgð á sig eða þá aðrir verpir sinni ábyrgð á þig sko. Og þannig þarf það að passa þér svolítið í þínu nánu samböndum að vera ekki að hlusta á mikið á hvað allir aðrir hafa að segja eða hvaða skoðanir þeir hafa. En þegar núna þú að finna fyrir þínum eldmóði, þínum krafti, þinni stefnu, farðu samt með þeirri aðgáta, sko, sýndu sjálfri þér mildi, vertu góð við þig og ekki, sko, þú ert að koma út úr tímabili sem búið að vera mikið erfitt. Það ekkert óeðlilegt þó að þú þurfi tíma til að ná upp í fyrra þrekið aftur. Þetta eitthvað sem sko, það örugglega fullt af fólki í kringu þig sem eru að segja þetta við þig líka. Þannig að sko, hlustaðu eftir virkilega hverjir eru það sem eru að segja, sko, leiðbeina til þess að leiðbeina, til þess að vera til staðar og hverjir það eru sem eru að reyna að stjórna eða segja, sko, vera með afskiptasemi. Það fín lína á milli og oft erfitt að greina á milli. En það hérna einhverjir svona, finnst mér nokkrir í kringum þig vera svona svolítið að skipta sér af og mér finnst það fara í taugarnar á þær. Af því að þið langar svo til að bara keyra áfram og kýla þetta í gang sko. En þú veist og þú myndir ef þú ættir að leiðbeina vini eða vinkonu sem væri búin að fara í gegnum sama pakkann, þá myndir þú líka segja við þau, hey, ekki keyra þig út, ekki vera með of harðar kröfur á sjálfa þig, sýndu sjálfur þér mildi og kærleika. Þannig að þú verður svolítið að passa, ef þú ætlar ekki að fara bara á sama staðinn aftur, þá verður þú svolítið að velja þig. Þú verður að velja heiluna þína. Annars þá bara lúpastu og ferð aftur á bak. Þá ferðu bara svolítið á sama stað aftur. En það verður svolítið mikið þú gætir hreinlega að upplifa þetta sem einhvers konar áreiti, eitthvað svona eins og allir skipta sér af þegar þetta ekkert vera að því. Það munur á afskiptasemi
og þeim sem að reyna að leiðbeina manni bara af góðvild. Þannig að þú þarft svolítið að velja og hafna og þú ert að velja fyrir þig, velja hvað þú ætlar að hlusta á. Það alltaf þetta með þetta dýnamíska val, sjá til. Og eins líka, svo ég tala ekki að þegar við erum að detta inn í jólahátíðin og svona, þá verður örugglega mikið mannamót og fjölskylduboð og alls konar. Og maður veit alveg að þá koma upp alls konar svona spurningar hvað þetta gera núna, hvernig gengur og ertu farin að vinna aftur eða hvað það nú er. Og það getur við alveg pikkað svolítið í einhverja augabletti, þannig að hafðu það í huga og þegar þú ferð inn í svona aðstæður, sérstaklega með öðru fólki sem að þú veist að geta pikkað svolítið hressilega í þig. Settu verndina yfir þig fyrst, mættu sjálfur með mildi og mættu öðrum líka bara af ákveðnu hlutleysi og æruleysi. Þú veist ekki vera að taka inn á þig annara. Leiðsögnin að, já, vertu bara svolítið sjálfstæð í þínu og veittu athygli hvað þú ert í raun að vera búin að gera mikið. Sko þetta sem þú ert búin að vera að ganga í gegnum, það er búið að taka mikið hugrekki, mikið þor, mikið þrek, mikla seiglu. Það verður ekkert af þig tekið. Og ekki láta þetta þrengja að þér og ekki láta þetta allar þessu uppákomur, ekki láta þessi samskipti sem kannski ergja þig, ekki láta það ramma þig inn. Þegar fólk byrjar að pikka svona eitt og annað, flestir þeir hafa bara ekki hundsvit á því hvað þetta er sem þú ert í raun að vera búin að fara í gegnum. Og ekki láta þau setja í eitthvað box, ekki láta þau setja í eitthvað kassa. Þegar þú ert búin að fara mjög langa og erfiða leið og þú ert að uppskera af því, þó að aðrir sjá ekki hversu mikið það er, þá er það heill hellingur og það verður ekki tekið af þér. Þannig að ekki láta setja þig í eitthvað kassa. Ekki láta annað fólk segja þér hver þú ert eða hvað þú ert. Þannig að þú verður að halda svolítið fast í sjálfsöryggið þitt, sjálfstraustið, sjálfstæðið og trúna á þér. Þú veist alveg hvað þú ert búin að þurfa að gera. Ekki láta taka það af þér eða gera lítið úr því. Niðurstaðan er svo að já, það verða einhverja erfiðleikar í samskiptum sem að munu þess vegna vera kannski frekar sárir. Og þú mátt alveg við því að brynja svolítið hjartað þitt þessa dagana. Af því að það er vissulega erfitt að heyra og finna að mæta skilningsleysi, að mæta gagnrýni sem að gerir ekkert gagn og það að finnast eins og gert lítið úr sér eða erfiðleikum sínum. Það er sárt en þess vegna þá þarft þú að mæta þessu með bæði æðruleysi og fara af stað með þér verndina þína og leyfa þessu að heilast á þínum forsendum. Og verður að passa að taka ekki erfið samskipti með þér. Einbettið er bara algjörlega að þér og þínu. Þú veist inn í þér hvað þú ert búin að þurfa að gera mikið. Þú ert með þekkinguna fyrir því hver þú ert, hvað þú stendur fyrir, hvað þú ert búin að gera. Þú ert búin að þurfa að fara hér í gegnum eld og brennistein og þú veist það. Þannig að þú þarft ekki að vera hreykjaður yfir öðrum, alls ekki. Þú þarft ekki að réttlæta eitt eða neitt fyrir öðrum. Þú þarft ekki, það á enginn inni neinar útskýringar frá þér. Þú þarft ekki að útskýra hver þú ert eða hvað þú ert eða af hverju fyrir nokkrum manni, þannig að ekki láta annarra manna álit á þér skipta máli og í rauninni bara heilt almennt annarra manna álit
á þér kemur þér ekki við. En vissulega þá, já, það verða alveg samskiptileg atriði sem að þau verða oft alveg sár. Það hefur alveg rétt á sér líka. En þá þarftu að hafa svolítið viskun og viti á því að þekkja sársaukann, leyfa honum að koma, leyfa honum að fara og ekki láta hann stoppa of lengi í þér. Skulum kíkja hér. Sko eins mikið að þú ert búinn að vinna mikið á þessari vinnu sjálfur og upplifir þig oft á tíðum kannski svolítið einn á báti, svolítið eins og hér bil einmanna eða eins og svolítið svona palleirinn í heiminum með þessa vegferð og þessi vandamál. Málið er að það er fullt af fólki sem er nákvæmlega eins og þú og það er fullt af fólki sem mun styðja þig og vill styðja þig og hefur verið að styðja þig. Og málið er að það er oft þeir sem að styðja mann svolítið úr fjarska eða styðja mann án ómikillar afskiptasemi sem gerir langt yfir mesta gagnið. Af því að þau eru að styðja mann án þess að taka nokkuð svona kredit fyrir það. Stundum tekur maður eiginlega ekki eftir stuðningnum fyrir en kannski eftir á. En að þegar maður lærir mest að því að gera hlutina sjálfur. Þannig að það eru oft svona stuðningsaðilar sem að hreykja sér ekki, benda ekki á ástæðuna í þeim, gera litlu hlutina. Það eru alveg fullt af þannig einstaklingum í kringu þig. Og þetta nær miklu dýpra heldur en þú gerir grein fyrir. Þú ert að vinna með atriði og erfiðleika sem koma einhvers staðar algjörlega úr grunninum þínum, alveg beint úr barnæskunni, uppeldinu, fyrsta heimilinu. Og þú ert að heila alveg svo langt aftur. Og þetta er eitthvað sem er mjög berskjaldandi. Og oft á tíðum ertu sennilega svolítið svona hrár og upplifir sem svolítið viðkvæman og svona vinna er líka bara svolítið þannig að hún nær mjög djúpt og maður verður lítill í sér og berskjaldaður. En það skilar sínu. Við skulum fá hér smá auka. Þú ert svolítið á þessum stað að vera tilbúin til að stíga út í óvissuna og tilbúin til að stíga skref í næsta verkefni eða næstu vinnu eða hvað það nú er. Og það er mikil óvissa sem fylgir en þú ert tilbúin til þess að stíga út í þessu óvissu. Og það er eitthvað hérna sem hefur verið að koma mikið á óvart, eins og bjóst ekki við. Og þá er svo mikilvægt fyrir í þetta sem þú ert að gera, þessa breytingu. Þá er svo mikilvægt fyrir að ganga þann veg sem þú boðar, standa með sjálfur þér, viðhalda mörkunum, segja raunverulega skoðun þína. Og halda líka jafnvægi á tilfinningalegu hliðinni og rökhugsunni. Að svona ekki gefa eftir bara algjörlega í annarkvort eða. Og það væri ekki vitlaust fyrir að hafa einhvern handleiðara með þér, svona einhvern sem er svolítið í þínu teymi í þessum breytingum. En þetta, eins og ég sagði hér í upphafi, þá ertu að fara inn í mjög ánægjulega breytingu. Áskoranir, þá voru að tala svolítið mikið samskipti
En það nefnilega fylgir líka sko það að fara í gegnum þessar áskoranir. Því fylgir að þú færist alltaf nær og nær þínum draumum og sérstaklega þegar við vorum að tala þú ert að setja stefnuna svolítið hátt. Það svo margt sem langar og þú svo til í slaginn og ert til að gefa allt í botn og það kannski einhver raddir sem skipta sér af. Já, ekki fara of geyst en þetta mun alltaf flæða og flæðra meira þannig að sko áhyggjuna verða alltaf minni og minni. Sjálfstraustið verða alltaf meira og meira. Fylgdu því svolítið. Leyfðu þér að njóta. Leyfðu þér að njóta þessara vegferðar sem þú ert á. Þú ert í miklum andlegum vexti. Bæði, sem sagt, tilfinningalega og andlega, innsæðislega, næmnin þín, kærleikurinn þinn, þetta allt í miklum vexti og leyfðu þér að njóta og umfram allt sýndu þér mildi, sýndu sjálfur þér skilning, hlustaðu eftir innsæðinu þínu. Niðurstaðan vorum aftur búin að tala að það verða erfið samskipti sem að þau muna alveg nýsta svolítið en þá svo mikilvægt að þú beinir athyglinni inn á við og tengir inn í þitt sanna sjálf og eins mikilvægt að vera að standa með þér þá ekki fara í einhverja gremju af því að þú hefur, sko þannig getur þú verið svolítið stjórna því hvernig þetta fer. Ef þú heldur í gremju þá getur orðið sko enn frekari erfiðleikar. Þá verður eitthvað þrjóska og tregi og eitthvað fyrir fílu og eitthvað svona að þú þarft að finna sko munin á að standa með sjálfum þér jafnframt því að sko vinna með öðrum og ná sátta með öðrum. Þetta snýst ekki það hver vinnur eða sigrar eitthvað rifrildi, heldur sko að finna sameiginlega þáttinn, finna einhverja samleið þannig að allir séu sáttir án þess að maður sé að svíkja sjálfa sig og sín mörk. Þetta svolítið svona, þetta getur oft verið með trikki, sérstaklega í nánum samböndum, að finna hvernig maður mætir hinum án þess að ganga á sjálfa sig. En þetta mjög dýrmæt lexía fyrir það. Og aftur kemur, þú ert í kaflaskilum. Þú ert búin að standa þig ofboðslega vel, þú ert búin að leggja mikið af mörkunum. Þakkaðu sjálfum þér fyrir. Veistu, virkilega horfðu á hvað þú ert búin að leggja mikið af mörkunum. Þakkaðu fyrir og þakkaðu sjálfum þér fyrir. Þú ert á góðri leið. Já, þú ert á miklum kaflaskilum og það eru miklar breytingar að væntum sem mjög jákvætt. Þú ert á mjög dýrmætri vegferð og því fylgja ákveðnir erfiðleikar en þú ert í rosalega vexti. Til að taka þetta svolítið heim og saman að fá svona eitt leiðsagnaspil úr Mystikal Shaman orakulstokkinum. Ghost Dance, draugadansin. Draugadansin. Þetta friðarspil. Þetta var sem sagt ákveðin hefð, ákveðin dans sem
var dansaður til þess að heiðra gengina ættmenna sinna, til þess að heyra þá og sættast við þá og ná samhljómi við þá. Við eigum það til að setja ábyrgðina fyrir öllu sem hefur farið úrskeiðis á fortíðina eða þess vegna forvera okkar. Þess vegna þá sem að hafa komið á undan okkur á einn eða annan hátt. Í staðinn fyrir að ragna þeim og bölva þeim fyrir allt sem hefur farið úrskeiðis, sýndu þeim þá virðingu og þakkaðu fyrir gjöfina sem er lexían, lærdómurinn lexían. Og þetta gildir jafnframt þín eigin fyrri líf. Þetta spil kemur með mjög dýrmæt og öflug skilaboð heilun og lækningu og býður þér að stíga inn í tíma gnægðar, allsnægtar og þiggja gjafir þeirra sem hafa komið á undan þér eða hreinlega fyrir lífaðina. Því að það er fátt dýrmætara en lærdómurinn, líka þegar hann kemur í gegnum erfiðleika. Gefðu þér stund til þess að koma þér fyrir á þínum stað, þínum bænastað, þínum hugleiðingarstað, altari eða hvað það nú er, og kveiktu á kerti eða hafðu lítið ljós eða það sem þú gerir til þess að fara inn í hugleiðslu af einhverju tagi. En gefðu þér þetta moment til þess að staldra við og þakka fyrir þá sem að koma undan þér og þakka fyrir lexíurnar. Þannig að já, við skulum þakka fyrir lærdóminn sem fylgir sársaukanum þrátt fyrir erfiðleikann. Verum jákvæð og bjartsýn og horfum á erfiðleikann okkar sem tækifæri til þess að læra og til þess að heila, því að við tökum það alltaf með okkur. Þá er þessari leiðsögn lokið. Ég þakka kærlega fyrir hlustunina. Ég vona að skilaboðin rati söm og rétt til þeirra sem þurfa á þeim halda og koma góðum notum og gagni. Og segi bara takk fyrir mig og þar til næst.